Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að fræðast aðeins nýtt hlaðvarp sem heitir Vaknaðu og hún komin til mín, hún Ásthildur Ómarsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Þið eru tvær með þetta en Stefanía gat ekki verið með okkur. Nei, hún í vinnu. Hún í vinnu. En takk fyrir að koma og segðu okkur nú aðeins frá þessu nýja hlaðvarpi. Vaknaðu, hvað þetta? Vaknaðu í rauninni bara svona jafnréttis og feminista og bara svona, hlaðvarp sem að það sem við erum að reyna að vekja svona pínu svona umhugsun allskyns hluti í samfélaginu sem skipta máli og sem þurfa að komast á framfæri og maður þarf aðeins að svona, við erum í rauninni bara að vekja upp þessa gagnrýnu hugsun og við viljum fá gagnrýnið viðhorf og við viljum að fólk sé efast það sem við erum að gera líka og af því að mér finnst það alltaf það besta þegar fólk með gagnrýnu hugsun og ég að endalaust að segja í þáttunum að bara að vera með gagnrýnu hugsun og að taka við henni, skiptir miklu máli. Þið eruð hvað, tvítugar, rétt kringum tvítugt? Yes. Já, og þið eruð svolítið að upplifa kannski á eigin skinni eða heyrið af öðrum bara það sem að jafnrétti hefur ekki náðst? Eða hvað er það sem að dreif ykkur í gang með þetta? Er það eitthvað svoleiðis? Sko, í rauninni, já, Stefanía fyrst og fremst feministi. Hún fann rosalega mikið fyrir ójafnrétti ójafnrétti kynjanna þegar hún flutti til Costa Rica. Og en ég í rauninni, ég myndi segja ég væri fyrst og fremst jafnréttissinni, en svo ég líka feministi. Og það það sem við erum líka svolítið að reyna að útskýra að það að vera þú getur ekki verið jafnréttissinni en ekki feministi. Það þetta með hugtök og skilgreiningu á þeim. Og sumt verður svo gildishlaðið að sumir halda feministar séu bara eitthvað skammarir eða stundum upplifum að það. Og það það sem við erum að reyna að breyta. Hún mitt sagði eins og við vorum að taka upp nýjasta hlaðvarp okkar í gær og þar sagði hún einmitt að hún að halda fyrirlestra feminisma, Stefanía. Já. Mér líður svo síðan á því. Hún með okkur í anda. Stefanía. Já, hún að því. Og hún að halda þá í VFMA. Já. Og hún í rauninni fær svolítið þetta við svona, það sagði einhver við hana það svo gaman þegar það svona ungs og falleg kona svona eins og þú sem að koma og segja frá feminisma. Já. Og okkur fannst það báðum pínu skrítið að segja svoleiðis þess að hvað ef það kæmi gömul ljót kona, skilurðu mig. Og það bara ekki jafn áhugavert? Eða hvað? Þú veist hvað, ég skil ekki alveg. Áhugavert. Já, en mitt svona mín jafnréttisbarátta, mig langar að segja að hún hafi alltaf verið til staðar. Ég hef alltaf svolítið svona sagt mína skoðun og hef svolítið mikið verið í þessu að ekki bara jafnrétti kynjanna, ekki bara jafnrétti svartra og hvítra eða samkynhneigðra eða þú veist, eitthvað svoleiðis heldur bara. Réttlætiskennd. Algjörlega. Sterk réttlætiskennd. Rosaleg. En þetta svo merkilegt að því að þegar ég var á þínum aldri, þá fannst mér þetta, við höfum alltaf haft fyrirmynd eins og Vigdísi, Finnboga. Akkurat. Og það allir að tala að Ísland sé svo ótrúlega framalega í öllum þessum málum, en samt þurfum við einhvern veginn alltaf að vera að tala þetta. Við verðum alltaf að vera að halda þessu á lofti einhvern veginn. Nákvæmlega. Því að það virðist eins og bara annars fara þetta aftur einhvern veginn. Já, því það sem gerist og það sem við erum að segja að fullorðna fólki mitt svolítið eins og þú ert búin að lýsa að svona það búið að fara í gegnum þetta og þá það bara búið. Já. En málið þetta ekki búið. Nei, það virðist einhvern veginn ekki breytast. Nei, við þurfum að halda umræðinu gangandi og þó að þegar sumir segja svona það ekkert ójafnrétti í samfélaginu. Það alveg svona lítið betur af því að það og við þurfum að tala það. Við þurfum að gera eitthvað í því. Og ég heyrði þáttinn ykkar þar sem við töluðum við gaurinn með karlmennskuna. Já. Og þú veist Þorstein. Já, Þorstein. Og Sólborgu. Þannig þau voru að tala að þetta einhvern veginn líka í svona viðhorfum okkar og ímynd karlmennskunar, ímynd kvenleikans. Það alltaf þetta sem einhvern veginn svolítið að vefjast fyrir okkur og þetta bleika bláa, þetta svona endalaust.
Það alltaf verið að setja okkur í einhver box og ég fundi fyrir það síðustu ár mjög mikið. Ég hef svona soldið sjálf verið alltaf að reyna að fara út úr boxinu, vera ekki alltaf einhvern veginn föst í einhverju einni ímynd af sjálfri mér eða hvernig aðrir sjá mig. Þannig að mér finnst rosalega skemmtilegt að taka þetta út svona en þess að það eru svo margir og eins og Eva Harðar sagði í gær í hlaðvarpinu sem að þið þurfa að hlusta á. Hún sagði að það var gerð svona könnun í Menntaskólanum á Akureyri þar sem að það komu þarna 10. bekkingar voru að skoða skólann og það var tekin svona smá leikur þar sem að krakkarnir ættu að skrifa hvað er það erfiðasta við að vera kona eða kall. Og krakkarnir byrjuðu að skrifa og fengu einn miðátt að setja í og þetta voru bara hópar sem voru alveg aðskildir sko. Og það voru flestir sem skrifuðu sko, flestar stelpur skrifuðu annarkvort, þú veist, að vera á túr, náttúrulega erfitt. En það skrifuðu flestar, það er erfitt að þurfa að vera þessi staðalímynd. Það er erfitt að þurfa að vera fullkomin. Lifa upp í þetta. Akkurat. Að vera með allt einhvern veginn lúkkið og líkamann og... Akkurat. Og þú þarft það er svo mikil, svona, og það kemur fyrst og fremst frá manni sjálfum, en auðvitað frá samfélaginu fyrst kannski. En það er að maður er með svo mikla sterka ímynd af hvernig hlutinir er að vera, af því að maður hefur sjálfur upplifað það. Þannig að það var hjá stelpunum. Hvað sögðu strákarnir? En strákarnir, þeir það var annarkvort, sem sagt, ég veit ekki hvort ég má segja þetta í sjónvarpi, en sem sagt, láttu vaða. að vera með, sem sagt, stampinu á almannafæri. Já. Það var númer 1. Áhugavert. En hinnir voru pínu bara svona, hvað á ég að skrifa? Ekkert. Ekki neitt. Ekkert vandamál. Ekkert vandamál. Nei, ok. Bara svona, áhugavert að, það er ekkert svo finnur. Frábært hjá þér frábært hjá þeim að gott er gott líf. En þetta sýnir samt að við þurfum aðeins að tala um þetta. Og það eru þið að gera í þessu hlaðvarpi. Alveg frábært. Vaknaðu heitir það og maður finnur þetta bara á hlaðvarpsveitum eða hvernig útskýrir þetta? Já, þetta er á Spotify, þetta er á Apple Podcast, þetta er á Anchor, þetta er allstar. Þetta er allstar, maður bara googlar Vaknaðu. Eiginlega, og svo erum við líka með Instagram síðu sem heitir Vaknaðu. Og þið að fengið rosalega góð viðbrögð við þessum fyrstu hvað þáttum? Fyrstu 3, já, alveg rosalega. Og það kom til okkar, eins og sagðir, Sólborg Þorsteinn og Áslaug Arna, líka dómsmálaráðherra. Þannig að fáið aldrei nei, þið hringið í alla og allir segja bara já endilega, allir til í að koma. Það vilja allir jafnrétti. Já, það er frábært. Það er flestir. Já. Og við viljum tala við þannig fólk. Og það vilja allir hjálpa til að ná því einhvern veginn. Akkurat, og það er það sem við erum að leitast eftir núna, því að það er alltaf ekki takt að gera án penings, þannig að við erum svona pínu að reyna að fá svona bæði fyrirtæki og fólk. Sækjum styrki og alls konar eitthvað? Já, við erum að reyna þetta besta. Ef einhver er að horfa, bara hafa samband. Akkurat. Takk fyrir að taka þetta verkefni að ykkur og láta ykkur þessi mál varða og takk fyrir að koma í þáttinn og segja mér frá og gangi ykkur vel. Takk fyrir að fá mig hingað.